Þið hafið sett upp þannig glænýja söngleik eftir að heimsfaraldurinn skall á, þá voruð þið bara með gamlar sýningar í gangi. Hvernig var svona tilfinningin hjá ykkur að sýna svona glænýtt? Það er bara gaman að segja frá því að þegar ég fekk að vita að við værum að fara að sýna Bounce-Mon, þá verði ég bara að segja ykkur það að ég held að Bounce-Mon væri bara íslenska þýðingin á Paddington. En þú veist, nú veit ég miklu betur, en það er bara æði. Það er rosalega góð tilfinning líka því að við leggjum svo mikið metnað í það sem við erum að gera og við erum búin að gera þetta í 18 ár og alltaf verið með glænýja söngleiki nema fyrsta árið þegar við vorum að byrja að setja upp Dýrin í Hálsaskógi og svo bara fyrir við á stað með glænýja söngleiki ár eftir ár, svo kemur COVID og þá erum við aðeins að endurvinna efni og svo góð tilfinning að standa á sviðinu með glænýtt efni og þú veist, aðdáðunar okkar og okkur einhvern veginn og þetta var bara svo æðislegt. Voruð þið stressuð með viðbrögð fólks við þessa sýningu? Nei, við vorum það ekki, allavega ekki ég, en þú? Ég var það pínu, jú. Ég var það, mér fannst þetta svona eiginlega, mér fannst þetta pínu barnalegt, en ég bara þekkti ekki söguna nógu vel, sko. Svo því ég fór aðeins og svona, þá bara nei, þetta verður ekki. Og sem það auðvitað varð. Eitthvað grín á sýningunni kom eitthvað svona sérstaklega óvart að sló í gegn? Það sem ég fyndi ofta og skemmtilegt er að þegar tæknin fyrir að stríða okkur. Það er atriði til dæmis það sem ég er hangi í svona festst í holunni. Það er svolítið svona átak að festast í henni því ég þarf að vera í sér búnaði til að festast í holu. Maður minni stærð sko og þá bilaði tæknin. Þannig að ég þurfti að vera fastur í henni í 5 mínútur sem er yfirleitt bara kannski í svona 46 sko. Svo fannst það svolítið fyndið. Og er sárt að vera fastur í holunni? Nei, það er ekki sárt sko. Það er svona lengi þá er það svolítið svona, þá var það að tekur á sko. En hvernig hefur þetta gengið núna þetta sumarið? Það gengir rosalega vel, en við erum búin að vera mjög óheppin með veður hérna í Reykjavík hingað til. Þegar við erum út á landi, þá erum við yfirleitt alltaf með innandyra í bakhöndinni, af því við komum bara í þau bæjarfélag kannski einu sinni og það var svo leiðilegt ef fólk kemst ekki út á veðri. En Íslendingar eru bara svo klárir og vita bara, hei, ég bý á Íslandi og þeir klæða sig bara eftir veðri. En er Bounce-Mon bara kominn til að vera? Herðu, ég held að leikhópurinn Lotta ætlar alltaf að reyna að gera alltaf við sem fyrir sitt og gera nýtt á hverju ári. Við klárum sýningarnar í lok ágúst og þá eru sýningar á Bounce-Mon búnar en Bounce-Mon er komið á Storytel og Spotify og er komið til að vera þar þannig að fólk getur hlustað bara eftir 90 ár. Hún er skrítin dýr og skottin dýr, já viltu ekki koma með? Inn í 100 einhvers nú. Hver er uppáhaldspersónaðin í sýningunni? Svínið. Af hverju er það uppáhaldspersónaðin? Út af því að hann var snöfandi þá var hann fyndið. Grísli. Ég veit það ekki. Þannig hefur það góða hugmynd. Pappaska. Og var eitthvað atriði sem fannst sérstaklega að fyndi í þessari sýningu? Þegar það var að segja brandara. Ég hlæði ekki neitt. Vildirðu mæla með sýningunni fyrir aðra?